þessu fólki. Nei. Þannig að mér finnst nú ekki dósnald og þyrftir að fara að þetta væri jafnvel bara jarðaför. Já. Meðan við það sem að kemur með þessu fólki. Já. Bara því miður. Já, ég kifi mér ekkert upp við það. Nei, ok. Alveg tilbúin að taka á móti því. Já. Eru 2 manneski veikar í kringun þig? 3, 4, 5. Tilbúin að taka á móti því. En Ég segja, já, ef ekki fleiri. Eru 2 svona alvarlega veikar? Já. Já. Já, Einmitt. mér finnst það. Já, það passar. Já, Það passar. akkurat. En maður er bara að spýta á jöxlinn og taka á því. Já, já, það er bara þannig. Já. Það er nú heila málið. Já. Nú síðan er hérna heimil, eins og ég segi það er svo takkulega bjart í kringum það. Já. Og mér eins og ég segi þú eftir stundum svona dettu niður og ert svona upp og niður og allavega. Já, já. En svo ertu reynda hérna með spil sem segir og tala til henni og segir að þú getur, þú sjálf brjóta persónulega, getur miklu meira heldur en þú heldur. Já, einmitt. En þú ert líka sérstaklega biðin að vera svolítið þolinmóð. Já, akkurat. Og þú þarft að vera það og láta bara tíma vinna með þér. Akkurat. Og þú tapar ekkert á því. Nei, nei. En þú kemur hérna líka með réttlætisspil, hvernig þetta réttlætisspil, þetta er hérna inn með þér. Og þetta er bara þú sjálf. Já, akkurat. En ef ég fer með þig inn á heimil þá er svona frekar rólegt þar. Já, já. Inn á þín eigin heimili. Já, já. Og ég sé nú ekki mikla umferð þar. Nei. Nei. Ekki mikið. Nei, ég sé það. Ég er frekar meira á flakki, milli veikra fólka. Já, já. Já. En svona eru spilin þín. Svona eru spilin mín. Já. Akkurat. Þú sér ekkert með mína heilsu? Ég sé allavega ekkert alvarlegt. Nei. Ekki þess eðlis, það er af því þetta er þess að konu tóku yfir spilin sko. Akkurat. Já. Akkurat. Það var nú þannig. Já. En þú Ég ert er ekki, bara sátt við þetta. en þú ert ekki alvarleg svona alvarlega veik eins og þær. Nei, Nei. en samt nóg. Já. Samt nóg. Jú, mikil ósköp. Það er nú bara heila málið. Já. Þetta gangur lífsins. Jú. Þannig er það. Já. Já. Og það er ekkert meir. Nei, ekki svona í þessum spilum mínum. Nei. Því miður. Flottir. Þá bara veit ég þetta. Já, bara. Geið mér þetta bak við eyrað. Gerðu þástu mín. Takk að þér. Sem er leiðsaskan. Bless. Leiðsaskan mín. Og það er komið á auglýsingu. Orkubrauð, graskersbrauð, múslibrauð og óðals heilkartabrauð. Bakarumistarinn er á 6 stöðum. Ertu búin að skipta tímareimina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drifðu nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drifðu þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxa fyrir 12. Sími 588 24 55. 588 24 55. Þú færð ekta ítalskar pizzur, þunnbotna, stökkar og gyrnilegar á Krinjukráni. Komdu og kitlaðu bragðlaukana, Krinjukráin, á góðri stund. Garðs apótek, einkarekið apótek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apótek, Sogavegi við Réttarholtsveg. garðsapotek.is. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Fánar. Það er okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Hafið sambandi síma 577 20 20 og fáið verðtilboð. Einnig erum við með margskonar merkingar svo sem límmiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar á fánar.is eða fánasmiðjan sími 577 20 20 577 20 20.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleiðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770 1756 770 1756. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsengum og dúnkoddum. Dún og fiður, Laugavegi 86. One Systems býður hagkvæmar lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Bernhöfts bakari auglýsir glæný rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið. Bernhöfts bakari, Bergstaðastræti. Humarsúpa, heimabakaðar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. En lagði ég af stað í það langa ferðalag. Ég áfram gekk í villu eirðarlaus. Hugsaði ekki neitt, ekki fram á næsta dag. Einveru og friðsemdina kaus. Ég á líf, yfir erfiðleika svíf. Ég á líf, vegna þín. Þegar móti mér blæs, yfir fjöllin á ég klíf. Ég á líf, ég á líf. Ég skildi ekki ástina sem öllu hreyfir við. Þorði ekki að faðma og vera til. Fann sem mætti ekki skilin að opna huga minn og hleypa bjartri ástinni þar inn. Ég á líf, yfir erfiðleika svíf. Ég á líf, vegna þín. Þegar móti mér blæs, yfir fjöllin á ég klíf. Ég á líf, vegna þín. Og ég trúi því, já ég trúi því. Kannski opnast farar gáttir himins. Yfir flæðir fegursta ástin, hún dregur mig alveg. Ég á líf. Ísland er landið, útvarpssaga. Vatnið spegin slétta, speglar sjálfan þig. Myndir flétta, farin hæðist inn. Djúpt niður, dökka mynd, dregur hring svið. Hvín í
öldur ró. Niður dökka mynd dregur hringum svið. Hvín í vindi hreyfist lind í augum öldur ró. Djúpt í vatni draumar, daufir líða hjá. Lífið sjaldan launar, bregður ljánum á. Djúpt niður dökka mynd dregur hringum svið. Hvín í vindi hreyfist lind í augum öldur ró. Djúpt niður dökka mynd dregur hringum svið. Hvín í vindi hreyfist lind í augum öldur ró. Já, góðan daginn, þetta er Sirrý spákona og ég að spá hérna fyrir hlustundum og út þessu sögu. Síminn og útvarpi sögu er 588-1994. Gerðu þið svo vel. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Og þú náður inn? Já, með smá lagnir. Auðvitað. Hirðaskan. Já. Ég ætla það bara að stokka hérna og draga hérna fyrir þig. Já. Og ég má vera hreinskilin svo hægt er. Alveg endilega. Svona í beinni. Já. Já, ég skanna og ég er byrjað að draga. Já. Fyrsta spil sem ég dreg hérna upp fyrir þig er gæfuhjólið þitt. Já. Og þá get ég líka sagt við þig að Róm er ekki byggðu beinni nóttu en góða hluti gerast hægt. Já. Og það er eitthvað gott að gera sérna hjá þér. Já, það er gott að heyra. Já, ég meldi komið hér inn. Og það er bara, eins og ég segi, það er bara skýrandi bjart í kringum það. Já. Fjármálinu þetta hérna inn einnig. Og það er svona, ég ætla ekki að segja sem eitt lifandi svona, þú hefur það ágætt. Já, það er á fyrir mig. Já, ég hef nú oft setjað svartara, sko. Já. En af einhverjum toga, þá finnst mér þú þurfa að segja hérna þína meiningu. Já. En það er ekkit rifrið í kringum þetta. Nei. Bara eins og þú myndi segja, eins og ég myndi segja við þig, að þú kemur til dyruna bara eins og þú er klætt. Já. Hrein og bein og hreinskipti. Já. Er það eitthvað í sambandi við heimilega vinnu eða? Mér finnst þetta að vera bara þetta svona persónulegt. Já. Og þetta er reynda maður sem þú þarft að vera svona hreinskilin við, geti verið yfirmaður, ég skal ekki segja. Já. En það er ekkert rifrið í kringum það. Ekki neitt. Ertu að fara að sækja kaupækun? Nei, það held ég ekki, en eitthvað verður kaupið mitt væntanlega til umræðu. Já, ég sé það. Já. Þetta er eitthvað svo leys. Já. En það kemur hérna líka með þér lok, það er eins og þú sérst að gera eitthvað upp hugaðínu og hjarta. Já. Ítur því eitthvað út bara út af borðinu og það er bara hugafastbreytingu sem maður segir. Ok. Og það er bara gott fyrir þig, í þroskandi. Já. Og svo er hérna einhver ferð á þér, ég veit ekki hvað þú ert að hugsa að fara. Nei, maður er alltaf að koma og fara. Já, ég sé bara að það er svona hreyfing á spilunum mínum. Já. Og þannig að mér finnst þú ekki bara að alla þér að sitja heima og horfa út í lofti í sumar. Nei, það er nú ekki meiningin. Nei, því að það er alveg greinilegt. Já. Nú síðan því að þú átt börn. Já. Bjart í kringum þau. Já. Sem ég fæ að sjá og hérna koma upp með mér 3 börn. Já, það passar. Og ég segi við þig, mér finnst bjara lifandi spýstna bjart í kringum þau. Já. Og ég segi bara við þig að
eins og í lífinu að þeim gengur öllum vel en svona misjaflega vel en lifandi býstna bjart í kringum þau. Já, hvað gott að heyra það. Nú ég fer inn á heimilið þitt, þá er svona notalegt þar, rólegt og notalegt. Þú kýst það svo, þá veit það þannig. Já. En er þetta ekki bara maðurinn sem kemur hérna upp með þér? Maðurinn minn? Já. Það er ekkert ólíklegt. Kemur hérna upp með þér maður, sem er hérna tígulkongur. Já. Og tígulkongarnir eru yfir menn sem geta unnið svona sjálfstætt og eru svolítið sjálfstæðir. Já. Og þetta er bara alveg skínandi maður sem þú átt. Já, það er samanlega. Þetta er bara perlu maður, þetta er bara maður alveg, já. Sko þá hann getur verið svolítið kalliremba út af við. Já. En heima við er hann alveg yndislegur. Já. Mjúkur og hlýr. Já. Hérna nokkuð meira í sambandi við vinnuna. Hérna nokkuð... Sko, það er búið að vera einhverjir árekstrar. Eða einhver óanægja. Já. Þarna. En ekkert að mér finnst það vera neitt eins og þú sett að vera hætta þarna. Nei, þetta er svona búið að vera svolítið óróleiki. Ég sé það. En þetta lagast. Já. Ég rekna með því fastlega með því að vera tekið á þessu. Já. En þú þarf náttúrulega bara líka að þora að segja þína meiningu. Akkurat. Já. Þú ert búin að draga þetta svolítið lengi. Þetta er búið að vera svolítið lengi í farvatninu og það er nú kannski ekki að því að maður vilja hafa það þannig. Nei. En maður hefur svona frekar litla aðkoma að þessu. Já, en þarna kemur upp þarna því hreinskilni. Já. Og ég sé ekki betur að þetta fari allt mjög vel. Já, það er gott að heyra. Já. Ég sé ekki betur. Það er yndisleg. Já, takk fyrir það. En sko, þú ert mjög sein að verða reið. Þú ert nú svona jafnaði geð. Já. Og áttir maður að safna upp í sarp. Akkurat. Já, og svo þegar þið finnst bara að koma nóg og þá segjur og talar. Já. Og ekki allir sem þola það. Nei, það er ekki allir. Já. En ég sé ekki neina sérstakar svona breytingur á vinnustöðunum ef það verður bara tikið á þessu. Já. Þessum vandamáli sem er þarna. Já. Já. Flott er það. Eitthvað með heilsuna í lokin? Sko, mér finnst þú nú vera svona frekar sterk. Já. Heilsu hraust. Já. Ég sé enga svona neina sérstakar kvilla. Nei, enga svona ógnanir. Nei. Mér finnst þú hafa farið mjög vel með sjálfan þig, sko. Já. Þannig. Já. Eins og hægt er í þessu. Já, eins og hægt er. Þessari veröld. Jú. En eitt eigið þið sammeðlegt og þú og þinn maður. Já. Að hvað þið hafi bæði þessa réttlætiskend. Já. Heiðarleg hvort og annað. Já. Og líka hvað þið hafi verið gæfusum. Já. Akkurat. Þannig að það er allt, það sem að kemur hérna upp með ykkur er bara alveg rosalega yndislegt. En það er gott að fá staðfestingu á þessu. Já, en svo bara annað hvað þið eru bara samtaka. Já. Það er ekki öll hjón svona samtaka. Nei. Það er máli. Já. Það er ekkert rifist, það er frekar tala heldur en rifist heima hjá þér. Já. Og hlutin er bara rættir. Akkurat. Já. Þannig að svona átt að vera, þetta er eðlilegt. Já. Takk fyrir það. Mér langaði svo aðeins að heyri í þér, það er svo gaman að hlusta á þig þegar þú kemur út og sér. Takk fyrir það. Ákvað að prófa og ég auðvitað og náður inn. Já. Já, það var hefni. En kæra þakki fyrir þetta. Já, bara gjörðu svo viljaskan. Já, takk. Já, sem bless. Þetta er sér í spákona og útvarpi sögu. Og á símanu út á þessu sögu 5881994. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Og þú náður inn. Takk fyrir það, já. Það var mikið leiðilegt. Jæja, og ég er að stakka. Já. Og þér langar að fá að kíkja í spilið mín. Já, takk. Já. Segðu mér, ertu að bíða til fréttum? Já. Sér þá. Já. Fyrsta spilið sem ég dró upp. Já. Og þetta er ánægilega fréttir. Það er gott. Þetta er mikið leiðilega fréttir. Það er gott. Heimildu komið hér inn, bjarti kringum það. Já. Fjármálunin er þetta hérna líka einnig. Já. En ertu svona frjókstelpa? Já. Já, það er alveg greinilegt.
Það er óalega erfitt ef þú er búin að býta eitthvað í þig að fá þig ofan á því. Já. Nema með lækni. Já. En spilin þín eru dansandi hér á borðinu hjá mér. Já. Þú hlýtur að vera að fara í ferðalag. Já, ég stefna það. Já, held að hljóta að vera sko. Já. Síðan kemur hérna inn með þér alveg gríðarlega mikið af fólki. Já. Ég veit ekki hvaða fólk. Sko, þú ferð erlendis. Já. Það er ekki spurning. Í frí þá eða? Já, þetta er bara frí. Það er svona ferð, já. Að segja neitt því að í sambandi við þau því að þú hefur það bara alveg á gett. Já. Svo er bara hérna þolinmæði sem þú ert einhvern veginn af einhverjum toga biðin að láta tíma vinna svolítið með þér, þú tapar ekkert á því. Já. Og síðan að því hérna með gæfuhjólið þitt hérna bæði. Já. Og því þá get ég einnig líka sagt við þig að góður hluti gerast hægt. Já. Og það er nú búin að vera að gerast hérna hjá þér mjög margir góður hlutir. Algjörlega. Já. Og ég sé að þú átt börn. Já. Bjart í kringum þau, það sem ég fæ að sjá hérna. Já. Þeim gengur öllum mjög vel og bara eins og í lífinu, bara misjaflega, en það er saman mjög bjart í kringum þau. Já. En er fjölgun hjá því stelpa? Ekki mér persónulega en í fjölskyldunni, sko. Nei, já, ég er að tala um fjölskylduna, ég er að tala um hjá börnum eða barnabörnum eða eitthvað. Ég veit að, já. Eitthvað svo leys? Já. Og ég sé ekki betur að það gangi bara allt eins og á að ganga. Allt eðlilegt þar. Það er gott. Þetta er eitthvað heilsuna og eitthvað svo leiðis. Sko, heilsaðinn, ég er að horfa á því hérna. Já. Þú ert búin að vera hjá lækni. Já. En það er ekkert alvarlegt. Nei. Óþægilegt. Já. En ekkert þess eðlis að það sinni tættulegt. Nei, það er gott. Þannig að þú getur alveg, ég hef nú oft séð þetta svartara, sko. Já. Ha. Já. Það er bara að þú ert ekki tvítug. Nei. Nei, það er bara komið svona slit í þig og ýmislegt. Já. En ekkert að þessu er, sko þetta er óþægilegt. Já. En þetta er ekki hættulegt. Nei. Nei. Það er gott. Það er gott. Nú síðan er hérna kona hérna með ungstúlk, alltaf ekki bara dóttið þín. Ég var ekki dóttið, nei. Nei, það er hérna með kona. Já. Sem kemur hérna, þú er tíguldrottning, hún kemur hérna eins og hjartadrottning. Já. Og mér finnst eins og að þið séu bara ofsalega góða vinkonur. Já. Getur það verið tindadóttið þín, ég veit það ekki. Já. En það er hérna með kona sem að mér finnst eins og að það bara, þeir eru mjög nána þannig. Já. 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 Það getur verið. Bjart í kringum hana. Já. Og eða í kringum ykkur báðar, sko. Já. Já. Ég kannast þetta, já. Já. En í svona í fljótu bragði eru spilin alveg ofsalega fín. Já. Ekki nema þú sett mjög spurningar handa mér. Nei, þetta er bara fínt, ég var að heilsuna og náttúrulega bara... Já, þú er eins og ég segi, þú ert búin að vera hjá lækni, en það kemur ekkert hættulegt eða alvarlegt, en óþægindi. Já. Eins og ég segi, þú ert nú ekki tvítug, en það er náttúrulega bara komið mikið slitt. Já, ég skil. Þetta er aðalega bara eitthvað svona, eins og maður segja, við gikti eða eitthvað í þá veruna, sko. Já. Já. Það er bara aldurstengt. Ég er að segja það. Já. En þetta er ekkert, eins og ég segi, þetta er ekki hættulegt, en þetta er óþægilegt. Já, það er flott. En utansferðin sem þú ferði í, hún verður alveg yndisleg. Yndislegt, það er gott. Já. Það er dásalegt. Og ég sé að þú ferð ekki eini þessa ferð. Nei. Ætla að fá ekki vinkona þína með þér. Ég ætla ekki fara. Sýnist það? Já. Nei, ég veit það ekki. Það er glæslegt. Já, bara, ef þú er sátt. Já, takk kærlega. Bara gjörðu svo vel, eska. Takk fyrir. Sömuleiðis, eska mín. Bless. Takk. Og þetta er sér í spákonu útvarpi sögu. En viljið þið fá enga tíma hjá sér í, og þá er ég í síma 552 4244. Halló? Já, góðan dag. Nei, er það ekki kallmaður, prins? Jó, ég var einmitt að velta þér með þeir, ekki nema konur sem hringja hérna. Ég ætla nú. Já, hérna kemur ekki prins hérna inn í spilið mín, sko. Já, hvað heldur? Það þarf að vera einn, sko.
Já, það minnsta kosti. Minnsta kosti, sko. Já. Jafn hafa. Ég segi svo eins að áðan, sko, þegar hún spurði, þegar hún náði inn, já, það kostaði sitt að ná inn, sko. Já, nákvæmlega. Með töfrabröðum. Já, nákvæmlega, sko. Það er bara svo leiðis. En ég byrjað að draga fyrir þig. Já, mér gera skelfilega gott. Já. Gaman. Já. Og það ég veit ekki hvað ég á að segja við þig. Nei, það var allt í leið, þá var það bara komið. Nákvæmlega. Sko, það kemur hérna upp með ánægja. Ánægja? Já. Já. Fyrstu spilin sem ég dreg hérna upp með þér. Já. Og þetta er nú bara þú sjálfur. Þannig að þú ert ekki dósáttur í dag. Nei. En þú ert þrjóskur. Já, skoðið þrjóskur. Já, ef þú ætla þér eitthvað þá bara skal það verða. Já. Og því verður ekki breytt. Jú. Já, mér lækni, þá var það helst bara kona sem getur haft að... Já, hún hefur það. Já, hún hefur áhrif á það. Já. Að því ég sé að þú átt konu. Já. Og þið komið hérna bæði og það eru gríðarlega mikla tilfinningar, þeir eru ekki bara hjón, þeir eru líka vinir. Já. Þeir eru mjög tengt. Það eru við. Já. Og það er ekkert gert á heimilinu öðru sem það sé bara tala og hlutinni rættir. Já, það verður að gera það. Já. Það er bara ekki öðruvísi. Nei, nákvæmlega. En ertu að vinna eitthvað sjálfstætt, mér sýnist það? Eins og þú ráðið þig svolítið sjálfur, sko, ekki kannski sjálfstætt, en þú ræðið þig svolítið mikið sjálfur. Ég gerði það. Já, ég sé það. Ég er með vola mikið sjálfur. Já. Þú til dæmis kemur það hérna inn og hérna kemur við inn með spil með þér sem að tilheyri bæði þér og þinni konu að það er hvað þið hafi bæði gríðarlega háa réttlætiskend og það er alveg mjög heiðaleg hvort við annað. Já, konan hefur alveg rosalega réttlætiskend. Já, þú hefur það líka því að spilið datt hérna á nokkuð bæði. Já, það er bara ekkert öðruvísi. Já. Nú síðan er hérna fjármálinn ykkar eða þín, ég ætla nú að þetta er þín spil og þið hafið það bara mjög gott eða ég er ekki að segja það sem er lifandi spýstnapenningum. Nei. En þið hafið það bara mjög gott. Já, svona er það, okkarlega. Já, ekki þarf að kvarti við því. Nei. En síðan er reynda hérna einhverja fréttir ókomnar sem mér finnst vera ókomnar, ekki nema þú getur sagt mér finnst eins og þess að bíða eftir þessum fréttum, fá svar. Já. Ég sé að bíða eftir einhvern fréttum og Já, þetta gæti líka verið svar við einhverju. Já. Eins og segjum að þú væri að sækja bankalán eða lán eða eitthvað í þá veruna þá fengjur það. En allavega þá eru hérna fréttir ókomnar sem að mér finnst vera mjög ánægilegar. Sem eru mjög ánægilega fréttir fyrir. Já, þetta er ekki slæma fréttir, mjög góða fréttir. Mjög góða fréttir? Já. Yes, nú klappaði hendina konni. Já. Já, er það ekki? Jú. Já. Það er ekkert annað. Nú síðan allir sé ég annað að þið ætlum nú ekki að sitja heima bara raskutunni suma því að þið ætlum eitthvað að reyna að hreyfa ykkur. Þessu minnst ekki á það. Já. Það var skipulega það alls saman. Já, því að ég sé bara það svo mikið hreyfing á spilanum mínu og þessi ferð verður farin og jafnvel fleiri nein. Já, svo stendur til, já. Já. Og þetta verður bara, þetta bara gengur bara eins og á að ganga, allt eðlilegt. Mikið. Og bjart í kringum börnin ykkar. Mjög svo. Já. Mér finnst börnin, byrju ég ætla að telja börnin þín, þessu koma hérna upp með mér, þarna máttulegir, eru þau 3? Það er alltaf verið að segja 7-3, það eru bara 2 dætur. Já, en ekki nema að sko að hafi einhver ekki komist í þennan heim, það fylgir. Já. Það er þannig. Já. Það getur verið alveg þannig. Já, það er bara þannig. Já. Ég ber ekkert á móti því. Nei. Nei, það er bara heldur ekki hægt. Nei. En heilsufarið? Já, hún er hér. Það er allt í lagi með heilsuna. Allt í lagi með heilsuna. Ég bæði hjá þér og þinni konu. Já. En þó að ég sjá heilsufar hjá þér og þinni konu, bjart í kringum það, en þá finnst mér eins og að séu reyndar önnu veikindi annar staðar.
hjá mjög fullorðinni mannesku. Kannastu við það? Ekki sem nátengd mér, sko. Nei, ég sagði það aldrei ekki. Nei. Já, þá getur það alveg verið. Já. Þá getur það alveg gengið upp. Já, þetta er mjög fullorðin manneskja. Já. Og þarna eru veikindi. Já. Og það gæti brugðist á hinn veginn. Já, ég gæti trúa því, sko. Já. Og ég má vera hreinskilin að þá finnst mér það eins og það sé nú styttast í það, sko. Já, því miður. Það er gangur lífsins. Já, þetta er bara svona yngi ræðu sínu nætustað. Já. Nei, það er alveg séðanslust. Já, nákvæmlega. Já. En yfir höfuð, sko, ég er að horfa hérna spilin þín. Já. Mér þá svo að þín kona sé nú kannski búin að vera svona tvístigandi, kannski smá áhyggjur. En þá máttu skila því til henni að það er einhver sem fer miklu betur heldur en á horfist. Já. Ok. Já. Þannig hún get ekki... Hún má heyra það að þetta fer miklu betur en á horfist. Já. Það er eitthvað sem hún er að hugsa eða velta vöngum yfir. Já, ok. En það fer vel og þetta fer miklu betur. Mikið var það ánægilegt. Já, og hún getur líka miklu meira heldur en hún heldur. Já, það ég er alltaf að sinna. Já, nákvæmlega. Alltaf að sinna. Já. Og hún er það, hún gerir það. Já. En það er litt allt bjart og gott mjög svakk. Kringum börn og barnabörn. Allt saman. Já. Ekki sem ég sé hérna neitt slæmt. Heyrðu, þá bara þakka ég fyrir og bróðs út í bæði bara. Já, bara gjör þau svo vel. Sumari framöndan og allt í geði bara. Já, og ferðalög framöndan líka. Og ferðalög. Já, segðu við. Já. Má ekki sleppa þeim. Nei. Heyrðu, þá þakka ég fyrir. Já, sömuleiðis. Já. Og Sirris bákona, hún kveður í dag og þakka fyrir sig. Bless. Ég velti því fyrir mér af hverju að vera með viðbótarlífeyri. Jú, ég get fengið alltaf 50% meiri lífeyri við starfslok. Þetta er engin spurning. Viðbótarlífeyrir er nauðsyn. Allianz tryggir þína framtíð. Þarf að rétta af legsteinin? Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin legsteinar. Bæjarhrauni, Hafnarfirði. Nú eru þeir komnir geitungarnir. Intensive Shoots skordýrafælan í hvítu spraybrúsunum vendar þig gegn þeim. Sláðu 3 flugur í einu höggi því Intensive Shoots í hvítu spraybrúsunum hendar jafnt fyrir börn sem fullorðna, verndar húðina og fælir burtu skordýr. Intensive Shoots skordýrafælan í hvítu spraybrúsunum fæst í öllum apótekum. Kemi auglýsir, smurolíur og smurefni fyrir öll faratæki. Kemi, Tunguhálsi 10, Reykjavík. Profil Optik Laugavegi auglýsir, 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Profil Optik, Laugavegi 24. Verðlistin auglýsir, ný sending af blússum og sparimussum, úrval af síðbuxum. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30. Hótel Grímsborgir auglýsir, lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, árshátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti- og veitingastaður landsins. Hótel Grímsborgir við Sogið, Grímsnesi. Sími 555 78 78, 555 78 78 og info@grímsborgir.is. Styður þú útvarp Sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrktarreikningur útvarp Sögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is. Þorskur er á tilboði hjá okkur þessa vikuna.
marineraðar þorsksteikur og ferskir þorskbitar og þorskflök, roðlaus og beinlaus. Sígin grásleppa frá Drangsnesi og harðfiskurinn frá Stykkishólmi, þessi sjúklega góði er alltaf til hjá okkur. Minni ykkur líka á fiskibólutilboðið 2 fyrir 1. Sumar kveðja, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Mjólkur lítrinn á 85 krónur alla þriðjudaga, kostur Dalvegi. Út eru komnir tónleikadiskar DFD og CD með Rúnari Þór, þar sem öll þekktustu lög Rúnars hljóma. Gestir eru Páll Rósinkrans, Megas og Gylfi ásamt 5 manna hljómsveit. Diskarnir fást á Kaffi Katalínu, Hagkaup, Pennanum Eymundsson og öllum betri plötuverslunum. Tónleikar verða á Græna hattinum 3. júní og í Hrísey 4. júní. Trúði Karl. Ástæðan fyrir því að mótmælin hættu var í raun og út af því það að lofa kosningum. Þannig að markmiðinu var náð og eins og nú átti ég fund með forsetanum og að fara eitthvað ítala í samtal okkar sem ég átti við hann. Já, Ólafur Ragnar Grímsson. Já, kallaði hann þig á teppið? Já, hann bauð okkur í heimsókn og vildi endilega heyri í okkur. Já. Og við fórum þarna 4 og töluðum við hann. Hverju fórum með þér? Sara, Siggi og Andri heita þau. Hver er Sara? Sara Óskarsson, hún er listamaður. Já, er hún pírati? Já, hún er vísu pírati. Já. Og